Ísraelsher segist ætla að virða vopnahlé á Gaza að nýju eftir að hafa drepið 104 þar í gær, þar af 46 börn. Bandaríkjaforseti segir vopnahléið halda enn. Hægt verður að greiða séreignarsparnað inn á húsnæðislán í samtals 10 ár, dregið verður úr vægi verðtryggingar og hlutdeildarlánum úthlutað mánaðarlega samkvæmt húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar sem kynntur var í dag. Við erum í raun að ráðast í stórkostlegar aðgerðir til að reyna að ná jafnvægi á fasteignamarkaðnum. Minnst 20 eru látnir á Haítí eftir að fellibylurinn Melissa skildi eftir sig slóð eyðileggingar á eyjum Karíbahafs. Hluti Jamaíku er í rúst og 2/3 íbúa án rafmagns. Yfir 100 árekstrar hafa verið skráðir hjá árekstur.is frá því í gær. Framkvæmdastjóri segir koma á óvart hversu margar vörubifreiðar og stærri atvinnutæki eru enn á sumardekkjum. Komiði sæl. Ríkisstjórnin kynnti í dag aðgerðir til að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði. Markmiðið er að fjölga íbúðum, lækka verð og gera húsnæðisstuðninginn markvissari. Kynningin fór fram í Úlfarsárdal sem er tákgrænt enda stendur til að reisa þar mörg þúsund nýjar íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Meira fjármagn verður sett í hlutdeildarlánakerfið og fleirum gert kleift að fá slík lán. Aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar er að hluta til viðbragð við dómi Hæstaréttar í vaxtamálinu svokallaða, en viðskiptabankarnir hafa gert hlé á eða takmarkað veitingu verðtryggðra lána á meðan dómsmál vegna slíkra lána er til meðferðar. Til þess að eyða óvissu á lánamarkaði er unnið í samvinnu við Seðlabankann að útbúa vaxta viðmið sem getur legið til grundvallar verðtryggðum lánum á breytilegum vöxtum. Til hefur staðið að afnema heimild til að ráðstafa séreignarsparnaði skattfrjálst inn á höfuðstól íbúðalána. Nú stendur aftur á móti til að leyfa það áfram, en að hámarki í 10 ár. Það þýðir til dæmis að fólk sem hefur nýtt sér heimildina í 7 ár getur gert það í 3 ár til viðbótar. En fólk sem hefur til dæmis nýtt sér heimildina frá 2015 getur ekki gert það lengur. Ríkisstjórnin ætlar að taka á Airbnb útleigu með því að takmarka skammtímaleigu við lögheimili og eina aðra fasteign utan þéttbýlis. Til þess að draga úr þenslu á húsnæðismarkaði og háu húsnæðisverði verður reynt að gera það ekki eins eftirsóknarvert að safna íbúðum, meðal annars með því að draga úr skattfrelsi söluhagnaðar fólk sem á margar íbúðir. Afsláttur frá fjármagnstekjuskatti vegna leigutekna lækkar úr 50% í 25% og óheimilt verður að hækka leiguverð á fyrstu 12 mánuðum tímabundinna leigusamninga. Samkvæmt fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar stendur meðal annars til að eyða óvissu á lánamarkaði, fjölga íbúðum á lægra verði, meðal annars með því að einfalda regluverk og reisa nýtt 4.000 íbúða hverfi í Úlfarsárdal. Þá verður mánaðarleg úthlutun hlutdeildarlána, 10 ára skattfrjáls séreign inn á íbúðalán og tekið á Airbnb útleigu meðal annars með því að draga úr hvata til að safna íbúðum. Þetta snýr að því að halda aftur að hækkun húsnæðisverðs. Stærsta tillagan þar er að auka stofnframlög í hverja íbúð úr 30 í 35%. Þetta hefur haldið aftur að leiguverði. Við erum líka að fara í stórfellda einföldun á byggingarreglugerð sem að mun draga úr byggingarkostnaði og vonandi gera verktökum og þeim sem að sinna slíkri uppbyggingu auðveldara að byggja hagkvæmara og ódýrara. Já, það er náttúrulega mikilvægast að koma með þennan fyrirsjáanleika og fara að ráðast í stórkostlega uppbyggingu á húsnæði fyrir fyrstu kaupendur og efnaminna fólk. Þannig að við erum í raun að ráðast í stórkostlegar aðgerðir til að reyna að ná jafnvægi á fasteignamarkaðnum, þar sem að slagsíðan hefur verið mikil og frambúðið hefur aðalega einkennst af mjög svo rándýrum íbúðum sem að venjulegt fólk getur bara alls ekki fjárfest í. Við vonumst auðvitað til þess að þetta muni auðvelda lánastofnunum að hefja útlána nýju og geta þá þjónusta þennan mikilvæga markað. Það ætti að geta gerst strax í næstu viku. Síðan er þessi pakki kannski fyrst og fremst til þess að koma í veg fyrir að það verði samdráttur í framleiðslu á íbúðarhúsnæði á Íslandi.
Við höfum upplifað það þegar vextir eru háir að þá kemur oft bakslag í húsnæðismarkaðinn, svo lækka vextir aftur en þá ekki til neitt húsnæði. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, vertu velkomin til okkar. Já, hver eru fyrstu viðbrögð þín og ykkar hjá ASÍ við þessum áformum og aðgerðum ríkisstjórnarinnar? Stóra fréttin í þessu náttúrulega Úlfarsárdalurinn. Það eru áallega 4.000 íbúðir þar. Vonandi komast þær til framkvæmda eða byrja á þeim kannski innan 2 ára. Þá værum við kannski að tala 400 íbúðir nýjar á ári, næstu 10 árin. Það eru stóru fréttinnar. Það eru hérna nokkur atriði sem að liðka til að fólk geti keypt íbúðir, svo sem eins og varandi lán og annað þess háttar. Við sjáum það jákvætt. Við sjáum líka jákvætt að það verið að skilja á milli þess að vera íbúðamarkaður og fjárfestingamarkaður. Það náttúrulega engin glóra í því eins og verið hefur að fólk geti verið að fjárfesta í íbúðum og láta það standa tómar og geta selta svo eftir 2 ár og án þess að þurfa að borga söluhagnað af því. En hvað finnst ykkur svona í fljótu bragði helst vanta í þessar tillögur, svona fyrsta kasti? Það vantar náttúrulega bráðaaðgerðir. Það er búið að vera vita lengi að það vantar sem sagt lóðir inn á markaðinn. Ég hefði viljað sjá núna í þessum pakka að ríkisstjórnin hefði verið með eitthvað af ríkislóðunum, eitthvað af því atvinnuhúsnæði sem að þau eiga sem að hefði geta verið hægt að breyta í íbúðarhúsnæði og annað þess aftar. Það hefði verið góð innspýting svona til stutts tíma. En nú hafa margir verið að tala um það að íbúðalánamarkaðurinn sé í frosti. Heldur þú að þessar tillögur sem voru kynntar í dag muni breyta ykkur það? Já, allavega þetta er að eyða þessari óvissu, vona ég, sem að á lánamarkaðinum. Og ef að það gengur þá ættu lán að fara að verða aftur tiltæk en það sem að náttúrulega að það íbúðir sem eru til sölu á nýjum íbúðum eru bara einfaldlega allt og dýrar og það þarf einhvern veginn að taka á því og þetta eitthvað að það þarf bara að lækka þær. Já, lækka verðið. En þá að draga úr vægi verðtryggingar en hækkar það þá ekki greiðslubyrði lánanna á ykkar mati? Jú, það mun gera það og ef að það gert skynsamlega og tímabundið þannig að þetta hlaupi ekki beint út í verðlagið leið og greiðslu getan eykst að hún hlaupi ekki út í verðlagið þá það réttlætanlegt tímabundið. Nú bara bíða að sjá hvort að íbúðaverðið muni lækka. En Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Minnst 104 voru drepnir, þar af 46 börn í árás Ísraels hers á Gaza í gær. Það mannskæðasta árás síðan vopnahlé komst á 10. október. Bandaríkjaforseti, Ísraelsstjórn og Arababandalagið segja þó að vopnahléið haldi enn. Loftárásirnar voru gerðar víðsvegar Gaza skömmu eftir kvöldmatarleytið í gær. Sums staðar hæfðu sprengjur hús, annars staðar hrörleg tjöld. Næri helmingur þeirra sem var drepin voru börn. بنسمع شيء قاعد بينزل علينا بدون أي إنذار وأي سبب. طب إيش السبب؟ هي أنت الأطفال عندك شهداء أطفال. إيش ذنب الأطفال؟ الأطفال هم حاربوا، الأطفال عملوا حاجة هم الأطفال. أنت النعمة الوكيل. إحنا في هدنة أي هدنة هذه. إحنا لو إننا في حرب مش مشكلة بنقول يلا الدنيا حرب. لكن إحنا في هدنة في أمان نايمين في أمان. وهي عظم ولحم قاعدين بنلم أولاد صغار. Það ekki nema vona að fólk spyrji hvað orðið hafi á vopnahléinu. Þetta ekki fyrsta sinn sem Ísraelsher gerir árásir á Gaza síðan friðarsamkomulagi Donald Trump Bandaríkjaforseta var ýtt úr vör 10. október. 100 Gazabúa hafi verið drepin síðan. Forsendur árása fyrir nokkrum dögum voru að Hamas hefði drepið 2 ísraelska hermenn í borginni Rafah. Í gær var það vegna þess að 1 ísraelskur hermaður var drepin. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back. And they should hit back. When that happens, they should hit. So do you think does that worry you about the ceasefire? Does that jeopardize the ceasefire? No, nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East. And they have to behave. Trump segir að vopnahléð haldi enn. Og svo segir framkvæmdastjóri Arababandalagsins einnig og talsmaður utanríkisráðuneytis Ísraela. En fyrir þá sem syrgja fórnarlömb árásarinnar í gærkvöld eru þau orð innan tóm.
Framkvæmdastjóri Barnaheilla segir að ofbeldishópar herji á börn í síauknum mæli, þvingi þau til ýmissa ofbeldisverka og sjálfsskaða. Foreldrar verði að vera meðvitaðir þær aðsteðjandi hættur, en það sé leið hópanna börnunum greið í gegnum fjölmörg forrit. Unglingsstúlka sem lenti í greipum ofbeldishópsins 764 sagði sögu sína í Kastljósi í gær. Hún lýsti hvernig hún var þvinguð til sjálfsskaða í beinu netstreymi, varð vitni að ofbeldi gegn öðrum unglingum og jafnvel sjálfsvígum. Við höfum séð þennan hóp í fjölmiðlum erlendis í lengri tíma, en það eru margir svona hópar að núti, þetta ekki bara einsdæmi. Við höfum líka séð þetta hjá systursamtökum okkar erlendis, ég hef fylgst með þessu hjá Danmörku, Svíþjóð, Noregi, þau eru öll að eiga við þetta og þar krossa þessir hlutir landamæri mjög fljótt. Þannig eru líka dæmi að hópar noti börn til þess að fremja glæpi, árásir, ofbeldisverk, morð og fleira. Hóparnir leita uppi börn í gegnum samfélagsmiðla og tölvuleiki, til dæmis vinsæla tölvuleikin Roblox. Þetta er ekki bara þessi eini hópur eða þessi eini samskiptamiðil sem við þurfum að hafa ágjörð af. Hún segir að fullorðnir þurfi að átta sig á að raunveruleikin og internetið hafi að miklu leyti runnið saman í eitt hjá ungmennum. Þegar við ólumst uppi það að netið varð seinni tíma viðbót við okkar heim, en við erum að ala börnin okkar upp í heimi þar sem að þetta er samtvinnað. Þau upplifa raunverulega hættu af því að þessi einstaklingur geti birt eitthvað sem þau vil ekki að hann birti, geti komið heim til þeirra, geti mætt í ógnað foreldrum, vinum, umhverfið þeirra. Þó við fullorðna fólki kannski fjarlægjum þetta lengra frá okkur, að þetta sé bara einhver einstaklingur út í heimi sem munir raunin ekki gera okkur neitt, þá er þetta svo raunverulega hætta fyrir börnin. Þau upplifa þetta sem raunverulega ógn. Þess vegna sé sérstaklega mikilvægt að fræða og auka forvarnir. Foreldrar þurfa að vera að taka stóran part í því að vita á hvaða miðlum og hvaða börnin þeirra er að gera á netinu. Við þurfum að hafa fræðslu í skólakerfinu, frístundin og félagsmiðstöðin þarf að taka þátt. Þetta er samfélagslegt verkefni að búa til vörður og fræða börnin okkar þessar hættur eins og á öðrum stöðum. Skjálfti á stærðinni 5,3 varð í Bárðarbungu stundarfjórðungi fyrir 5 í dag. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að nokkrir eftirskjálftar hafi fylgt. Ekki hafa borist tilkynningar að skjálftinn hafi fundist í byggð. Stórir skjálftar mælast reglulega í Bárðarbungu. Skjálfti á stærðinni 4 varð 12. október. Síðasti skjálfti yfir 5 varð í lok júlí og þar á undan í febrúar. Hollendingar kjósa til þings í dag í annað sinn á 3 árum. Hægri maðurinn Geert Wilders þykir sigurstranglegastur en aðeins rétt svo. Frelsisflokkur hans sem með flest þingsæti sleit ríkisstjórnarsamstarfi í sumar vegna óánægju innflytjendastefnu. Wilders vill sem fyrr takmarka mjög flæði innflytjenda til Hollands og jafnvel senda einhverja heim aftur, til dæmis Sýrlendinga. Húsnæðismál hafa skákað innflytjendamálum á lista yfir þau mál sem eru kjósendum mest hugleikin. Mikill húsnæðisvandi er í hollenskum borgum og tókust stjórnmálamenn hart á þau mál í loka kappræðum fyrir kosningarnar í gær. Wat we op de meest korte termijn kunnen doen is de leegstand aanpakken. Want er staat zoveel leeg, dat is een stad als Utrecht aan leegstand. Het is heel belangrijk om zo min mogelijk panden leeg te laten staan. Maar u zei, wat ga je meteen doen? Welke migranten zijn er volgens u wel welkom in Nederland? Ja, voorlopig denk ik dat het er niet meer in zit dat we de deur open moeten zetten voor migranten. We kunnen er nog een keer voor kiezen morgen. Om nog eens 20 jaar naar uw geschaggerijn en gehaat te luisteren. Of we kiezen met de positieve krachten om gewoon eens aan de slag te gaan en dit probleem beet te pakken en op te lossen. Kjörstaðir í Hollandi loka núna klukkan 8 og birtast útgönguspár skömmu eftir það. Minnst 20 létust á Haítí í flóðum vegna fellibylsins Melissu sem gengur yfir Karibahaf. Hluti Jamaíku er í rúst eftir óveðrið í gær. Þegar hún náði landi á suðvesturströnd Jamaíka í gær var Melissa enn 5. stigs fellibylur. Það gerir vindhraða upp á tæplega 80 metra á sekundu. Þök fuku af húsum, tré rifnuð upp með rótum og öllu usla og vindurinn ýtt á undan sér flóðbylgju. Það og sannkallað hamfararegn gerir að verkum að stór hluti eyjunnar er umflotin vatni. 2/3 íbúa eru án rafmagns. Ekki hefur frest af manntjóni en sökum rafmagnsleysis berast upplýsingar milli landshluta þó seint og illa.
Fljótlega eftir að bylurinn náði landi dró úr vindstyrknum og þegar hann var komið langt í norðaustur að Haítí og Kúbu var Melissa orðin að 3. stigs fellibyl. Engu að síður var tjón þar mikið og ájafnvel enn eftir að aukast. Aurskriður hafa fallið víða. 20 létust hið minnsta í flóðum á Haítí, þaraf voru 10 börn. Enn á að draga úr Melissu eftir því sem hún ferðast norður yfir Karibahafið. Á Bahama og fleiri eyjum hafa íbúar verið beðnir að gera ráðstafanir. Dómsmálaráðherra hefur sett á fót starfshóp sem á að móta frumvarp til breytinga á kosningalögum til að jafna vægi atkvæða og þingsætadreifingu. Landinu skipt í 6 kjördæmi samkvæmt lögum kosningar til Alþingis. Það eru 3 á landsbyggðinni og 3 á höfuðborgarsvæðinu og 63 þingsæti, þar af 9 jöfnunarsæti. Þingmannafjöldi núna, hann er svona. Ef jafnað yrði fulls innan ramma stjórnarskrár, þá liti þetta út svona og 4 þingsæti fara frá landsbyggðinni yfir á Suðvesturkjördæmi. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á að breyta kosningalögum til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsætadreifingu. Markmiðið er einfaldlega að rýna kosningalöggjöfina. Við þekkjum það að það hefur gerst ítrekkað í kosningum á Íslandi að þingsætum hefur ekki verið úthlutað fyllilega í samræmi við úrslit kosninga. Við þekkjum það að misræmi atkvæða á Íslandi er meira en í nágrannalöndunum í kringum okkur, reyndar svo mikið að við höfum fengið ábendingar og ágjöf frá alþjóðlegum eftirlitsstofnunum. Á 6. tug manns hófu snjómokstur á höfuðborgarsvæðinu snemma í morgun. Á annað 100 árekstrar hafa verið skráðir frá því í gær. Erla María Davíðsdóttir, fréttamaður, við spyrjum okkur, hvernig er færðin núna? Færðin er svona misþung, að bara fer eftir í hvar þú ert. Það eru snjóþekja og hálkublettir víða borgina og vegfarendur eru beðnir að keyra bara með mikilli aðgát. Snjómokstusfólk hefur verið að bara síðan eldsnemma í morgun og er ennþá að, og ég talaði við skrifstofustjóra hjá Reykjavíkurborg í dag sem sagði að moksturinn hafi gengið aðeins hægar en venjulega sökum snjóþyngsla. Verkefnaröðin er alltaf þannig, þetta eru 2 verkefni, annars vegar eru það göturnar og hins vegar eru stígarnir. Í götunum var það stofnbrautir og strætóleiðir sem við náttúrulega byrjum á að reyna að halda opnum í gær og svo að reyna að rýmka til núna. Og svo hins vegar eru það stígarnir, þá eru það hjólastígarnir og svona þess að helstu gönguleiða milli hverfa sem er í fyrsta forgangi sem við erum að reyna að ryðja og gera og græja núna. Starfsmenn borgarinnar hafa verið í óðaönn að ryðja helstu stofnbrautir í morgun en ekki er búið að ryðja hérna gangstígana eins og sjáum á hérna í Norðlingaholtinu. Ég er svona að reyna að koma okkur aðeins hérna í ökufært ástand hérna. Ég var nú að vinna í gær bara heima á Hróðu. Ákvað það en er svona búinn að taka frúabílinn og gera hann kláran og þarf að komast í ræktina. Svo ætla ég að fara að koma mínum sjálfum hérna í gott stand og fara að kíkja í vinna. Nokkuð var seinkanir á strætó í dag en þrátt fyrir það nýttu margir sér þjónustuna vegna slæmrar færðar. Skaflar hafa myndast víðsvegar borgina vegna fannfergis sem hefur gert bæði gangandi vegfarendum og strætófarþegum erfitt fyrir. Það gengi ágætlega að ryðja frá strætóstöðum í austurhluta borgarinnar, en það var gengið aðeins hægar hérna í vesturhlutanum og við biðjum bara fólk að taka tillit til þess og endilega nota strætó og láta ekki þetta hindra sig í því markmiði. Við Þróttarvöllin í Laugardalnum var í nægu að snúast að koma bílastæðinu í stand fyrir leik Íslands og Norður Írlands í þjóðardeild kvenna í fótbolta. Hvernig hefur þetta gengið? Nokkuð vel. Pínu brasi í gær, allir á sumardækjum og á leiðinni í dekkjaskipti. Þannig að það var svona ansi margir sem voru fastir eða með blikandi hasard. Sér til dundurs hafa hann talið bílana. Í gær var allavega 148, en þeir voru örugglega fleiri. Hefur einhvern áður séð svona mikið magna snjó? Nei, þetta er 3. veturinn sem ég móka hjá Garðaþjónustu Sigurjóns. En ekki einu sinni bara í minningunni vann ég eftir ekki svona skoti á 24 tímum. Og starfsfólk árekstur.is hafði í nægu að snúast. Við syntum yfir 80 áreksturum í gær sem að því miður verður að teljast bara með hjá okkur, því miður. Hvað eru svona margir bílar þarna bakvið? Það sé ekki 200 bílar sem eru tjónaðir eftir gærdaginn sem að koma inn á okkar borð.
Á 3. tug árekstra séu skráðir þar sem af degi. Kristján segir megin ástæðuna vera slæma færð og ökumenn sem hætti sér út í umferðina á illa útbúnum bílum. Við erum líka búin að sjá atvinnutæki eins og vörubifreiðar og fólksflutningabifreiðar sem eru greinilega á ekki nógu góðum dekkjum fyrir þessar aðstæður. Það er ekkert grín að fá 18 tonna trukk rúlandi á móti sér eða inn í hliðina á sér í þessum aðstæðum. En það eru margir sem að fagna beinilist þessu fannfergi, útivistar og skíðafólk. Og hjá mér er hann Haraldur Örn, hann er vaktstjóri lyftu hérna í Grafarvogsbrekku. Þið opnuðu í gær, hvernig hefur þetta verið? Þetta hefur bara verið yndislegt og þetta er búið að vekja mjög mikla lukku hjá bæði börnum og fullorðnum. Og þau voru komin hérna bara snemma í morgun þó við opnum ekki fyrir klukkan 5. Og þetta er vonandi að við náum að halda þessu nokkra daga. Ég er bjartsýnn, þrátt fyrir að þessi vera að spá nokkuð háu hitastig og laugardaginn. Þá er bara, við tróðum brekkuna það vel að ég er að vonast eftir að það lifi í einhverja daga og jafnvel eitthvað fram í næstu viku. Og það er bara fólk á öllum aldri sem mætir hér? Já, það er svolítið skemmtilegt frá því að segja. Í gær hafði samband við mig fullorðinn maður og spurði mig hvort að það var einhver aldurshámark í lyfturnar. Ég hélt nú ekki, en svo hringdi ég hann í gærkvöldi áður við myndum loka. Ég sagðist þau eru búin tryggja hann lið til að styðja við hann ef hann treysti sig ekki til að standa einn. Hérna stöndum við öll sem einn og allir hjálpa öllum. Og hvenær lokið svo? Á virkudögum erum við opið milli 17 og 20 og helgar þá opnum við fyrr en lokum líka á síðdegis. Og þetta er alveg einmuna tíð og við erum komið á bækurnar í að geta opnað svona snemma og toppurinn af öllu, mann er alltaf að opna undan þeim í Bláfjöllum. Dásamlegt, takk fyrir þetta Haraldur og gangi ykkur vel. En jörðin er fannhvít víða land og akureyringar hafa margir hverjir notið þess að hefja vetrar íþróttaiðkun fyrr en venjulega. Þetta er bara eins og jóga að fara tróða fyrir gesti. Ingólfur og hans menn á snjótróðaranum í Kjarnaskógi eru líklega meðal vinsælustu manna Akureyrar leið og tekur að snjóa. Þá fer síminn að hringja. Við bara veðjuðum það fyrsta daginn sem snjóaði, hver hringdi fyrstur. Ég vann veðmálið, en þetta er líka svo gaman. Fólki finnst svo vænt þennan skóg. Skógurinn væri að mestu ófær í fannferginu ef stígarnir væru ekki tróðnir og það er fjarri að skógurinn leggist í vetrardvala. Margir bíða þess með eftirvæntingu að hreyfa sig úti í frostinu. Fólk kemur bæði til að ganga eða hjóla eða hlaupa eða skíða og við reynum bara að hafa hann alltaf kláran. Þannig að oft er það svolítið aðtjá. Hvað er svona skemmtilegast við að fara á gönguskíði hérna í Kjarnaskógi? Það er svo marga brekkur. Hvernig finnst þér búið það? Bara frábært. Því fyrr sem snjórinn kemur því betra. Eiginlega vil ekki hann fara eitthvað aftur. Ég vil þetta verði svona í allan vitur. Hvað segir þú um það? Viltu hafa svona snjó bara alveg fram á næsta ár? Já. Hörður Ólafsson er á 85. aldursári og stefnir að því að fara 200 sinnum á árinu á gönguskíði. Óvenju snemmt að maður getur farið á skíði. Alveg óvenju snemmt. Í október, það er ekki alltaf sem það gerist. Þannig þú ert einn af þeim sem að fagnar þá snjónum eða? Já, þetta er besta líkamsrækt sem maður fær það er að vera á gönguskíðum finnst mér. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Hún Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra verður gestur okkar í kvöld. Hún ætlar að ræða aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum sem var kynntur nú síðdegis. Við ætlum að fara yfir stóru línurnar í honum með henni. En í seinni hluta þáttar ætlar hann Óðinn Svan okkar að fórna sér og komast að því hvort það sé góð hugmynd að nota gervigrindaforrit sem sálfræðing. Nákvæmlega, við missum ekki því. Takk fyrir það, Bergsteinn. Og við lítum til veðurs. Breytileg átt 3-10 á morgunin, allhvers vestanátt norðan til fyrripartinn, él norðan á vestan til og dálítil snjókoma suðaustanlands og á Austfjörðum, en yfirleitt þurrt á Suðurlandi. Frost víða 0-7 stig yfir daginn. Hægt vaxandi norðaustanátt seint annað kvöld við suðaustur og austurströndina með dálítilli snjókomu eða slyddu. En við ætlum að fjalla nánar veðurspána að loknum íþróttafréttum.
Eftir mikla reikistefnu í gær og góðan undirbúning í dag tókst íslenska kvennalandsliðinu að mæta Norður Írlandi og Þróttarvelli í þjóðadeild Evrópu í dag. Það styttist í vetrarólympíuleikana á Ítalíu. Í dag eru 100 dagar þar til leikarnir verða settir í Milano 7. febrúar. Og íslenska karlalandsliði í handbolta mætir Þýskalandi í vináttulandsleik annað kvöld. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ísraelsher segist ætla að virða vopnahlé á Gaza að nýju eftir að hafa drepið 104 þar í gær, þar af 46 börn. Bandaríkjaforseti segir vopnahléð halda enn. Hægt verður að greiða séreignarsparnað inn á húsnæðislán í samtals 10 ár, dregið verður úr vægi verðtryggingar og hlutdeildarlánum úthlutað mánaðarlega samkvæmt húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar sem var kynntur í dag. Forseti Alþýðusambands Íslands fagnar útspili ríkisstjórnarinnar en segir þörf á fleiri aðgerðum til að ná tökum á fasteignamarkaðnum. Minnst 20 eru látnir á Haítí eftir að fellibylurinn Melissa skildi eftir sig slóð eyðileggingar á eyjum Karíbahafs. Hluti Jamaíku er í rúst og 2/3 íbúa án rafmagns. Yfir 100 árekstrar hafa verið skráðir hjá árekstur.is frá því í gær. Framkvæmdastjóri segir koma á óvart hversu margar vörubifreiðar og stærri atvinnutæki eru enn á sumardekkjum. Þessum fréttatíma er að ljúka og það kom að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna allar nýjustu fréttir inn á RÚV.is. En við vonum að þið farið bara varlega í umferðinu og passa ykkur á hálkunni. Þökkum ykkur samfélgina sem að er þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kiljan, þáttur sem er fyrir löngu orðin ómissandi í bókmenntaumræðinni í landinu. Egill og bókelskir félagar hans fjalla sem fyrr forvitnilega bækur af ýmsum toga og úr öllum áttum. Síðasta afmælið, The Last Anniversary, áströlsk þáttaröð byggð á samnefndri skáldsögu. Sophie Honeywell er við hús á lítilli eyju, nokkrum